Komið sæl, ég heiti Jakob Birgisson. Ég heiti Snorri Másson. Og við vinnum fyrir Árnastofnun, stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Sannarlega. Við ætlum að nýta tímann hérna til að tala aðeins við ykkur eitt rosalega merkilegt. Við ætlum að koma að hitta ykkur. En það gekk ekki vegna kórónuveirunar. Já, þannig að þetta svona bráðabirgðarlaust, en við verðum bara að láta það duga í bili. Sem betur fyrir náðu að fara í nokkra heimsóknir. Við fórum á Vestfirði og svo fórum við á Austurland. Ætlum að fara á Norðurland og Suðurland og víðar. En það gekk ekki, þannig að eins og Jakob segir, þá ætlum við að hafa smá svona kennslu fyrir ykkur til bráðabirgða. Já, við ætlum að tala það sem að, við teljum að sé það merkilegasta sem Íslendingar eiga. Og það meira að segja til svona heimsminjaskrá UNESCO sem að Sameinuðu þjóðirnar sjáum og þar alls konar á þessari heimsminjaskrá. Þetta svona alls konar menningarleg verðmæti sem við verðum að gæta og rannsaka og skoða. Sem allir í heiminum alveg sammála bara að séu rosalega mikilvæg og merkileg. Þarna til dæmis Eiffelturnin, Taj Mahal, Píramídanir. Mona Lisa í Frakklandi, málverkið. Þannig að það alls konar svona atriði. Já, alls konar merkilegt. Og Íslendingar eiga einmitt dálítið merkilegt á þessari skrá. Já, við eigum okkar fulltrúa á skránni. Maður getur spurt sig svona, hvað það? Ætla að segja Hallgrímskirkja. Það sem Íslendingar eiga á lista yfir bara alþjóðlegan lista yfir merkilegustu hluti í heimi eru gamlar bækur. Það eru rosalega gamlar íslenskar skinnbækur sem eru gerðar úr kálfskinni flestar. Þess vegna heita þær skinnbækur. Hvað svona merkilegt við þessar íslensku bækur? Maður spyr sig. Það ýmislegt merkilegt við þær. Mér finnst það rosalega merkilega sjálfur, en eins og ég segi, þá finnst það líka bara í öllum í heimi. Það sem kannski í fyrsta lagi rosalega merkilegt við þær að tungumálið á þeim eiginlega sama tungumál og við tölum í dag, jafnvel þó að bækurnar séu sumar kannski 850 ára gamlar. 850 ára gamlar. Já, íslenska hefur breyst svona furðulega lítið miðað við mörg önnur tungumál. En hvað fjallað í þessum bókum? Það eru Íslendingasögur, alls konar víkingar sem eru að drepa hver annan. Já, það er rosalega vinsælt. Lög eru líka, það þurfti náttúrulega að skrá niður reglur samfélagsins. Það var gert í svona skinnbækur. Síðan eru svona ljóð, það eru eddukvæði til dæmis. Fjallað norræna goðafræði. Já. Norræn goðafræði, það er náttúrulega stórmerkilegt. Það er alltaf verið að fjalla þessa norrænu goðafræði bara aftur og aftur, til dæmis í þessum ofurhetjumyndum. Já, bara sannarlega. Avengers og það er Þór og Loki. Hver hefur ekki séð Avengers? Það er Þór og Loki og allir þessi norrænu guðir. Alltaf verið að endur segja þetta. Það er alltaf verið að segja þessar sögur aftur. Í bandarískum bíómyndum núna, og ég held að það sem fæstir fatta að sögurnar sem verið að segja þessum bandarískum bíómyndum, Avengers og Þór og Ragnarök og síðan líka náttúrulega Lord of the Rings og Game of Thrones og líka í öllum þessum tölvuleikjum sem við spilum. Já. Það er verið að segja sögur sem urðu til í íslenskum bókum fyrir kannski 700 árum. Þær væri ekki til í dag að þessar íslensku bækur hefði ekki varðveist. Þannig að mér finnst náttúrulega bara Bandaríkjamenn ættu hugsanlega bara að gefa okkur smá hlut í gróðanum, að þeir græða náttúrulega sitt hvað að búa til þessar stóru bíómyndir, sko. Já, ég held ég get ekki alveg tekið undir það. Þeir eru bara svona endur segja eitthvað. Já, en ég meina ef þeir eru að taka okkar sögur, þá hlýtur að vera eðlilegt að þeir gefa okkur smá hlut í því. Já, við getum deilt það síðar. En hvar eru þessi handrit geymd? Það er nefnilega dálítið merkilegt. Íslensku skinnhandritin eru geymd í mjög venjulegu húsi sem eru bara svipuð á skólinn ykkar. Þetta er bara svona steypuhús, líkist aldrei svona blokk og þar í kjallaranum er geymsla sem er bara svona eiginlega eins og bankahólf. Hún er eldvarin, rammlæst. Það er vörður sem er þar allan sólarhringinn, bara til þess að passa upp á að enginn komi og reyna að stela handritunum. Og þannig fá mjög fáir eiginlega fara inn. Við höfum sjálfur fengið að fara inn og mér finnst alveg mjög sérstætt að fara inn. Þetta er svona rosa erfitt að komast að inn, maður sá alveg að þangað getur eiginlega enginn brotist inn. Þess vegna erum við með þessar varnir líka. Það er vörður allan sólarhringinn, eins og Jakob segir. Og ef það myndi kvikna í húsinu eða eitthvað, þá myndi bara geymslan standa. Þegar við verðum náttúrulega að passa upp á handritin sem eru þarna, sko. Þá kannski einhverjir þjóðarleiðtogar koma og svona ákveðið fólk, en vonandi bráðlega verður þetta aðeins opnar almenningi. Já. Þá að opna safn bráðum og þá getið þið farið á það. Það er kannski erfitt að segja
þessi bók kostar þetta, þessi bók kostar hitt, af því við myndum ekkert selja þær. Nei. En það er samt ein bók þarna sem við keyptum á mjög mikinn pening. Og sagan af þeirri bók er alltaf svolítið skemmtileg, sko. Þessi bók heitir Skarðsbók Postulasagna. Það er svona voðalega þykk og stór og vegleg skinnbók. Og hún var búin til á Íslandi. Hún var á Íslandi og allir voru ánægðir með hana og stoltir af henni og fóru vel með hana. Þangað til að sko 500 árum eftir að hún var búin til, þar að segja fyrir cirka 200 árum núna, þá var hún allt í einu bara ekki á sínum stað lengur. Hún bara púff horfin. Og fólk hugsaði náttúrulega, hvað var eiginlega Skarðsbók? Það var ekki gaman að vera sá sem týndi Skarðsbók. Þangað til, einn daginn, þá voru Íslendingar að lesa bara í enskum dagblöðum, það var einhver Íslendingar að lesa það, þetta var svona 1960 og séð allt í einu bóka uppboð. Það var verið að selja bækur sem einhver breskur, ríkur aðalsmaður átti og þetta var bara svona uppboð eins og við þekkjum það og Íslendingar hugsuðu, við verðum að kaupa þessa bók, við verðum að fá hana aftur, en Ísland vildi ekki bara mæta og segja, við erum Ísland og viljum kaupa þessa bók, vegna þess að þá hefðu þau bara getað hækka verðið, og til að heilt land ætlar að kaupa bókina, þá var hún nú mjög dýr. Þá segja það bara, já, ok, gemðu það bara 1000 milljarðar, skilur, og Ísland náttúrulega bara þorði því ekki alveg. Við gerðum svolítið fyndið, við fengum norskan mann, bara einhver normann, hefur okkur bara heitið Sven eða eitthvað. Bara einhver hefðbundinn norskur maður. Já, við sendum hann bara í einhverjum frakka með hatt og hann mætti á uppboðið og hvernig var uppboðið heldur þetta? Var bara... Ég sé fyrir mér að þetta hafi bara verið svona hefðbundið enskt uppboð þar sem einhver er að segja bara já, hérna heyri ég 31.000 pund þarna, nei, fyrir enn hæra 32.000 33.000 pund og slegið fyrir Skarðsbók Postulasagna í uppboði hérna í Englandi. Og 33.000 pund árið 1965, þú varst eitthvað búin að framreikna þetta, hvað heldur þetta væri í dag? Sko, þetta var mikill peningur þá, en á nútíma mælikvarða, þá væri 33.000 sterlingspund á þessum tíma, jafnvirði 110 milljóna íslenskra króna í dag. Það er alveg fáránleg upphæð. Það er náttúrulega ekkert grín að borga 110 milljónir fyrir eina bók, sko. Þetta sýnir náttúrulega hvað Íslendingar voru tilbúinir til að gera til að fá bókina sem hafi verið týnd í 150 ár. Já. Voru voða ánægðir með að vera komnir aftur með heim með Skarðsbók. Sem betur fer þurftum við ekki að fá öll handritin svona. Öll þessi íslensku skinnhandrit voru út allt land. Bara venjulegum bæjum, heima hjá fólki og fólk bara notaði þetta ýmislegt. En það var ekki fyrr en að Árni Magnússon, sem að Árnastofnun kennd við, sem við vinnum fyrir. Og hann var svolítið svona skrítinn og hann hafði alveg rosalega áhuga á handritum. Og fólki fannst þetta svona svolítið sérstakur, hann var eiginlega bara með þráhyggju. Hann var bara alltaf að senda bréf, bara sæll Páll Æðum, ég veit að ég er að senda þér 7. bréfið hérna á örfáum árum, en þú verður að spyrja nágranninn þinn hvort hann eigi þetta blað og maður var bara, þú veist. Ég held að fólk hafi orðið bara frekar pirrað á Árna á endanum, af því hann var svo ákafur. Ég meina, á hans tíma, hann var uppi fyrir kannski 300 árum, þá voru handritin þegar orðin mjög gömul, 400 ára bækur. Og Íslendingar voru fátækt fólk á þessum tíma. Það áttaði sig ekkert á því að þessar bækur kynna að vera alveg gríðarlega verðmætar þegar stundir liðu fram. En það sem var málið með Árna var að hann sá þetta, á meðan aðrir sá þetta ekki. Hann var kannski bara kominn á heimili hjá fólki til þess að spyrja því hvort þau ættu bækur. Og fólk bara átti síst von á því að fá einhvern skrítinn gest sem var að leita bókum heima. En hleypti þeim kannski inn og þá var Árni kannski bara að finna sigti á heimilið þeirra. Fólk var að taka blöð úr bókunum, gata þau, gera sigti og það var rosalega mikil fátækt. Fólk var bara að deyja úr hungri og kulda og Árni Magnússon var sem sagt sendur af danska konungnum til að gera svona jarðabók, til að kanna ástandið á Íslandi. Hann fór á alla bæi, spurði hvað eru þið mörg sem búið hérna, hvað heitið þið, hvað er jörðin ykkar stór, hvað eigið þið margar beljur og eigið einhver handrit, bætti því alltaf við og fólk var svona, þetta er svolítið sérstakt, hann átti ekkert að gera það. Átti ekkert að laumaðist eiginlega bara til að safna þessum handritum, sko. En eftir þessar ferðir allt land, þá safnaði hann 55 kistum. Það er bara eins og mjög stór svona skólastofa, bara full af kistum og á endanum lét hann senda þetta allt í Skálholt, geymdu þau þar, 55 kistur og
hann var alveg rosalega ánægður með þetta. Já, hann var alltaf bara ánægður með að vera búinn að safna öllum þessum handritum. Hann alltaf safnaði þeim ekkert öllum, hann fékk ekkert alltaf að eiga upprunalega eintakið, sko. Stundum þegar hann bara sá að hann varð að gera það, þá gerði hann það, en stundum fékk hann bara ekkert að eiga eintakið og þá þurfti hann alltaf bara að grípa til sinna ráða, af því að á þessum tíma þá gast ekkert bara verið með bók og sagt, heyrðu, ég ætla að prenta nýja bók af því mér langar svo mikið í annað eintak. Nei. Þú þurfti bara að skrifa hana alla aftur upp. Og þá var bara til stétt af fólki sem hét skrifarar, alveg eins og við erum með kennara, lögreglumenn, lögmenn í dag, það voru skrifarar og þetta var bara fólk sem mætti og tók bara bók og var síðan með örk og skrifaði upp alla bókina. Þetta eins og ef þið þyrftu að taka námsbækurnar ykkar í byrjun árs og skrifa þær allar upp áður en þið læruðu þær. Ég held að maður myndi ekki alveg nenna að búa til bækur alltaf upp og nýtt, en þetta er það sem fólk gerði og þessi skrifarar voru stundum alveg, maður sér sko stundum í þessum gömlu handritum, það sér maður að skrifararnir eru kannski búin að vera að krassa á spássíðunar. Skrifa, mér leiði svo mikið, mér er illt í augunum, eitt skrifaði lítið lærist leiðum strák, þá held ég allan að hann hafi bara ekki skilað hvað var að frétta í þessari bók og hann nennti ekki að vera að gera þetta. Öðrum var svo illt í bakinu, hinn var að pyrra svo hundinu sínum, hann átti ekki nægan fisk frá vinnuveitandar sínum. Það var rosalega erfitt að vera skrifari á 17. öld. Og þessir skrifarar skrifuðu margt upp, sumt minna og sumt mikið, skrifuðu kannski mikið af lagabókum sem eru svona reglur samfélagið, vegna þess að það var mikilvægt að eiga það. Já. Skrifuðu mikið af Egilssögu, það var rosalega svona mikilvæg saga sem að mjög mörgum fannst skemmtileg. Hún náttúrulega fjallar hennan stórfurðulega Egill Skallagrímsson sem þið munu líklega að lesa bráðum og ég er náttúrulega rosa öfundsjúkur út í ykkur að vera ekki búið með bókina því ég er búið með henni að veit hvað gerist sko. En fór hann ekki, þú veist, hann fór á fyrsta fylleríi sitt 3 ára gamall? Já, Egill var svolítið bráðþroska, ég held að hann hafi verið fullur í 3 ára gamall, ég held að hann hafi drepið mann 6 ára gamall. Já, ég held eiginlega að ég trúi þessu ekki. Jú, þetta stendur allt í sögunni, ég held að þetta sé allt bara satt og rétt sko. 7 ára þá var hann farinn í víkingaferð með bróður sínum og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að Egill var mjög sérstakur og margir skrifuðu upp sögun á honum og það var svona meðal þeirra bóka sem náttúrulega Árni safnaði en það var alls konar flóra í þessu sko. Og eins og ég sagði þegar Árni var að ferðast allt landið þá fann hann bæði sko, þú veist, þessi handrit voru orðin sikti, þau voru líka orðin allt í einu einhver var farin að sauma svona skyrtu og var búinn að skera út snið fyrir skyrtuna úr handriti, einhverju voru jafnvel farin að borða handrit, segja sumir sko. Já. Þannig að fólk áttaði sig ekkert á því sko að þurfti að passa upp á þetta sko. Já, það er nefnilega þannig vegna þess að sko handritin voru búin til úr kálfskinni. Þá þurfti bara að drepa kálf, taka skinnið af honum, hengja það upp, þrífa það, skrapa alla fitu og blóð og hár og allt af. Það var strekt og þá voru komið skinn og þetta var kannski bara svona, þetta er svona eina stóra bók, þannig að þú veist, það þurfti að drepa mjög marga kálfa til að búa til eina bók. Alveg sannarlega, sko, þannig að það gat ekki hver sem búið til bækur og það gat alls ekki hver sem bara einhvern veginn átt efni á þessu. Já, og þegar skinnið var tilbúið, þá var tekið svona lyng og alls konar jurtir úr náttúrunni. Soðið saman blek. Tekin fjöður úr fugli. Hún var sett í svona heitan sand, þannig að hún yrði svona stíf og góð eins og penni. Henni var dýft í blekið og síðan var bara skrifað beint á skinnið. Og þetta skinni er svolítið gott efni, þannig að fólk var kannski að búa til einmitt skó og svona úr þessu. En þegar ég heyrið að það var ekkert smá vesen að búa til bækur. Þetta er ekkert eins og í dag, þannig að maður getur bara sest niður í tölvu og skrifa og síðan bara prenta út. Fólk þurfti virkilega að vinna fyrir þessu. Já, þannig að hann var rosalega ánægður að vera búinn að safna saman þessum 55 kistum á einn stað á Íslandi og hann hugsaði, jæja, nú fer ég með þetta til Danmerkur. Og af hverju vildi hann fara með handritin til Danmerkur? Jú, hann nefnilega bjóð þar og hann vann fyrir konunginn þar og það var ekki til háskóla á Íslandi, það var bara háskóli í Danmörku út af því að Ísland var undir Danmörku þannig 1700 og þannig að Árni hafði eiginlega alltaf búið í Danmörku, kom síðan heim til Ísland, safnaði handritum og fór með þau aftur út til Danmörku. Já, svolítið skrítið að fara með öll þessi handrit þangað en Já, ég meina þetta er bara það sem hann gerði samt að því að ég meina það voru ekki til einn stór opinber bókasafn þarna, heldur voru bækurnar bara víð og dreif landið. En hann í raun og veru safnaði þessu bara í sitt einkasafn sko. Íslendingar hefðu örugglega bara gert eitthvað sikta verksmiðju úr öllum bókunum. Það hefði náttúrulega verið hægt á því, ef Árni hefði ekki safnað þessu öllu saman,
á Íslandi, þá hefði þetta náttúrulega hugsanlega bara farið út þúfur hérna einhvers staðar á Íslandi að grotna niður í einhverjum skúffum eða undir einhverjum rúmum eða sem stígvél eða matur eða hvernig sem það hefði verið, sko. Árni var kominn með öll handritin til Danmerkur, hann var búinn að setja þau upp í hillur, hann var kominn með bókasafn, hann var með þetta heima hjá sér, hann var að rannsaka, láta aðra fræðimenn skoða þau, það voru allir rosalega ánægðir með þetta. En síðan, árið 1728, þá gerðist það versta sem getur gerst ef maður á bókasafn. Af því að jafnvel þó að sko handritin séu úr voða góðu efni og kálskinni sem endist í mörg hundruð ár, þá náttúrulega þola þau ekki það sem enginn bók þolir og það er eldur. Það kom sko stór bruni í Danmörku. Árið 1728 og það er bara frægur bruni af því að eiginlega bara þriðjungur borgarinnar brann og brunin byrjaði einhvers staðar í einum hluta bæjarins. Byrjaði þar og á þessum tíma náttúrulega var mjög erfitt að hemja eld. Þannig að þetta er ólíkt í dag. Ef það kviknar í einu húsi í einhverju þorpi, þá kannski kviknar í mestalagi í því húsi og þannig vonandi nær slökkvilið að slökkva eldinn áður en illa fer. Slökkvilið á þessum tíma voru bara einhverju kallar bara með vasklös eða eitthvað að reyna að slökkva. Einmitt, þannig að þetta var voða vonlaust þegar þetta gerðist og í Þokkabót var mikill vindur þetta kvöld sem er mjög slæmt þegar það er eldur. Þannig að eldurinn breiddi úr sér og hann bara fór úr húsinu sem hann byrjaði í næsta hús. Svo þaðan fór hann í næsta hús og næsta og Árni hugsaði fyrst að því að eldurinn var langt í burtu frá því þar sem Árni var að geyma bækurnar sínar. Hugsaði fyrst, já, ég þarf ekkert að vera að velta þessu sérstaklega fyrir mig núna, ég meina, ég get alveg verið rólegur, hann er aldrei að fara að rata að bókasafninu. En dagarnir liðu. Kemur af því að eldurinn er bara að koma að safninu hans, þannig að Árni hleypur með einhverjum svona mönnum inn á bókasafni sitt, tekur allar helstu bækurnar og þetta er eiginlega bara svona brennandi hús og þau eru með svona kerru og það brotnar hjól undan kerrunni og þau þurfa að festa það aftur á, þannig að þetta er alveg rosalega dramatískt en þau ná að bjarga mjög mörgum bókum en ekki öllum og sumar bækurnar bara brunnu. Maður verður náttúrulega bara mjög leiður að hugsa það. Árni er alltaf búinn að taka allar bækurnar í Íslandi, flytja þær út og svo kviknar í. Já, sem betur fyrir hann að bjarga mjög mörgum en sumar brunnu og við munum aldrei fá þær aftur og hann verður alveg rosalega leiður og hann bara... Skiljanlega, þetta var það eina sem hann búinn að gera í 20 ára, bara að safna bókum. Sko. Hann verður sorgmætur, hann verður eiginlega þunglyndur, hann leggst bara í rúmið fyrir að skrifa bréf að hann hafi bara tapað öllu sem hann á og hann að 2 árum síðar, 1730. Það sem er líka merkilegt sko er að Árni hann hann hafði eiginlega aldrei orku eftir þetta til þess að reyna að ná utan það hvaða bækur hefði nákvæmlega brunnið, þannig við vitum ekki alveg hvað þetta var sem hvarf þarna. Já, það er enda góður punktur. Hann var bara alveg miður sín sko, gæti eiginlega ekkert unnið sko. Þannig að 1730, þannig að 2 árum eftir brunann, þá er hann orðinn svona gamall kall, 67 ára, það var svolítið gamalt þarna 1700. Hann deyr og þá gerist svolítið við bækurnar sem að eftir voru. Hann var búinn að skrifa svona erfðaskrá og gaf háskólanum bækurnar. Þannig að hann eru allt í einu komið þá stöðu að við erum með fullt af merkilegum íslenskum bókum og þær eru komnar í eigu háskólans í Kaupmannahöfn. Og þetta þótti kannski ekkert sérstaklega óeðlilegt þá, af því að Ísland var hvort eð er undir Danmörku. Við höfum danskan konung og við réðum okkur málum ekki sjálf og háskólinn í Kaupmannahöfn var okkar háskóli. En síðan líður svolítið tími og allt í einu bara árið 1944 þá verður Ísland lýðveldi, við erum algjörlega laus undan Dönum, danski konungurinn ræður engu hér, við fáum forseta Íslands og þannig að Íslandingar eru búin að berjast fyrir sjálfstæði og svona og við erum bara mjög stolt þjóð og sterk og sjálfstæð með flotta menningu en samt voru einhvern veginn helstu menningarverðmætin okkar í Danmörku. Já. Og þá förum við eiginlega bara svona að rífast við Dani. Hálfpartinn sko, að því að Íslendingar hugsa bara ef við ætlum að vera einna þjóð með þjóðum með okkar verðmæti og þetta er það merkilegast að allra merkilegast sem við eigum, þá verður þetta að vera hér á Íslandi. Þannig að Íslendingar sögðu bara við Dani, heyrðu, gæti verið að við getum allan að fengja einhverjar af þessum bókum heim, jafnvel þó þetta sé hjá ykkur. Og Íslendingar spyrja bara Dani, veit ekki, er í lagi ef við fáum þetta heim? Og Dani segja nei. Við segjum jú. Dani segja nei, jú, nei, jú, nei, jú, nei, jú, nei, jú. Ok, þið megið fá þetta hætti að væla. Ok, flott. Það er svona eiginlega svona sem þetta gerist, þó að deilurnar hafi kannski verið flóknari og að margir hafa verið ósammála um hvað átt að gera, en á endanum þá ná Íslendingar að samfara Dani að koma handritunum heim. Já. Handritunum sem Árni Magnússon hefði farið með til Danmerkur fyrir 230 árum áður, 230 árum áður. Þannig að árið 2021
þá hálföld frá því þetta gerðist, 50 ár. Og Það var þessi dagur, 21. apríl 1971. það kom þarna danskt varðskip í höfnina í Reykjavík. Það var fullt af börnum, fyrsta beina sjónvarpsútsendingin hjá Ríkisútvarpinu og Algjört stuð og stemning, sko, bara maður getur rétt ímyndað sér gleðina og þau getur spurt og afa út í það að það fóru bara allir niður á höfn til að sjá þetta gerast og þeir sem fóru ekki niður á höfn horfðu bara út í sjónvarpinu. Já, það var frí í skólanum, kannski ættum við að taka það aftur upp. Mér finnst eðlilegt að það væri bara alltaf frí 21. apríl því að þetta var náttúrulega bara, ég held að íslenska þjóðin hafi aldrei fagnað af jafn miklum ákafa og þegar þetta gerðist. Það var svona handrita frí. Handrita frí, já. Mér finnst bara, ég hvet til þess, því ég geti rætt það við kennarinn ykkar, en þeir bara lofaði að segja að við hefum ekki verið við sem stungum upp á því. Já, þannig að staðin núna svo að þessi íslensku skinnhandrit í þessari geymslu á Íslandi, helmingurinn af þeim, hinn helmingurinn ennþá í Danmörku, og því að það líka Árnastofnun þar og þau vinna við að rannsaka það. Þið getið kannski rætt hvort að handritin í Danmörku ætti líka komið til Íslands. Það ekkert allir sammála það. Það eru skiptar skoðanir það. En það hefur bara verið svona ágætt sátt þetta því að síðustu handritin komu heim bara fyrir 23 árum. Af því að þau komu heim í svona nokkrum skömmtum. Sko, það svo rosalega erfitt að flytja það milli landa og vesen. En það var gaman að ræða þetta við ykkur. Já, við hefðum auðvitað vilja koma og hitta ykkur. En það var ekki hægt. Og sýna ykkur handritin og hvernig þau voru skrifuð betur og svona. Vonandi getum við gert það einhvern tímann síðar. En í bili þökkum við kærlega fyrir okkur. Hafa það gott.